Velkomin í Eldum Íslenskt. Í þessum þætti ætlum við að elda lambaskanka sem úrvalshráefni sem ódýrt og gott fyrir budduna. Við ætlum að fá að mumma upp í skóla til að gera svona skemmtilega braseraða lambaskanka. Við ætlum að fá Óla Þór í Matís til að kenna okkur að grafa innanlæri úr lambi sem getur verið skemmtilegu forréttur. Við ætlum að fá hann Gunnar Kalla á Dill til að elda fyrir okkur sína útgáfu af lambaskankum. Hans veitingastaður í slow food sem andstæðan við fast food. Svo við gefum okkur aðeins tíma til að borða góða lambaskanka að hætti Gunna. Nú er farið að hausta og aðeins farið að kólna, svo við ætlum að skella okkur í réttir og sjá hvað að gerast þar. Hvernig þekkir þú þína ræð? Söfnum. Nei, söfnum margar en það markið hjá mér, heila bara hægra og blastið fram vinstra. Svo að bæjarnúmer 14 að 9. Og síðan þessi merkið komið þá draga alveg hópar af fólki fyrir mann. Man segir bara númerið og það verður að segja markið fyrir þetta unga fólk. Erfitt að fá fólk í göngu? Nei, það hefur ekki verið það. Ég var komið með meira en nóg en svo duttu menn út svona og þá var þetta slapp. Hverjir eiga að fara í göngur? Við höfum ekki beint þannig. Það menn sækja bara sem hafa áhuga og ofta það bændur og svo bara menn úr Reykjavík og hafa gaman sem koma aftur. Flutningskeðamenn og svona. Með merkinu. Hvernig eru kindurnar merktar? Merkið til dæmis okkar merkið 10 að 11. Svo enginn að form, þannig að þetta láti. Já. Komið í sæl, ég heiti Guðmundur Guðmundsson, kennari í Hótel- og matvælaskólanum, menntaskólanum í Kópavogi. Núna ætlum ég að taka fyrir lambaskanka, braseraðan lambaskanka og lambaskankin, hann mjög góður við mörgum sem finnst gott að þið borða lambalærið að fá aftast af skankanum. Og ég hérna með 2 skanka og ég ætla að brasera þá, ég ætla að brúna þá fyrst á pönnu og setja þá svona í ofn og ásamt rótargrænmeti og steikja þá rólega í svona 2 tíma, 2,5 tíma. Og ég ætla að krydda þá vel bara með salt og pipar og brúna á pönnunni. Brúna þá bara í olíu og pönnu. Pannan orðin vel heit hjá mér. Brúna þá hér. Og með þessum skönkum ætla ég að gefa kartöflumús með smáskornum grænmeti úti, rótargrænmeti og sveppum og sósu, það kemur mjög góð sósa af soðinu. Ég brúna á núna og setja á síðan inn í ofn og brúna hérna smá grænmeti með því til að fá betra bragð í sósuna og síðan setja ég þetta inn í ofn og lofa þess að vera í 2 til 2,5 tíma, svona 140–150. Ég ætla að setja með þessu smá lauk, gulrætur og selleri. Þetta svona bragðgjafi í sósuna. Svo getur maður haft hvítlauk líka í þessu ef maður á. Og svo verð ég með timjan. Ég steiki hérna grænmetið. Aðeins að gleysa það líka. Setja þetta svo í ofnskúfu og inn í ofn. Svona. Nú eru skankanir og grænmeti komið í skúffuna. Setja smá timjan. Svo má líka setja smá lárviðarlauf, sem finnst það gott. Mér finnst alltaf gott, aðeins.
svona 1 til 2 í þetta magn. Og síðan getur maður sett millt lambakjötssoð ef maður á, eða bara vatn og setja þetta inn í ofnin svona fyrst á svona 180 gráður og síðan lækka þetta í 120 gráður og steikja þetta í 1,5 til 2 tíma. Ég tékka bara á þessu öðru hvoru og svo þegar að soðið er orðið kraftmikið þá byrja ég að ausa yfir og þá myndast svona fallegu gljáu á kjötið og soðið dökknar og verður kraftmikið og gott. Sunnudagslærið með brúnuðum kartöflum, grænum baunum og sósu. Þá eru skankarnir tilbúnir. Hérna sjáum við hvað þau hefur dökknað, soðið, orðið fallegt og skankarnir verða mjög fínir. Nú ætla ég að laga sósu af soðinu og hér er komið með lítið pott og ætla að hella soðinu hérna á. Nú, ég notaði olíu þegar ég brúnaði skankana og ég notaði olíu og hérna svo kom smá svona fita og kraftur úr hérna skönkunum. Og nú ætla ég bara að nota þessa fitu hérna til að þykkja sósuna. Ég gæti soðið þetta soð meira niður bara þannig að hérna ætla ég að gera þetta. Hérna bý ég faktisk til smjörbólu úr þessu. Hérna er grænmetið sem að ég ætla að setja út í músina. Það mýkja það aðeins. Ég átti í svona smá smjör. Það er gott að fá smjör út í mús. Þannig að gleysa þetta aðeins í smjörinu og þá er næst á dagskrá að síðan að laga músina og í hana setja ég mjólk, smjör, salt og örlítinn pipar. Nú ætla ég að stappa kartöflurnar og ég er nú bara með hérna gamaldags stappara. Svona heimilis. Ef við viljum hafa þetta alveg rosa fína mús þá verðum við náttúrulega að taka hann í gegnum sigti eða hreint og beint að setja hann í Molinex. Mér finnst allt í lagi þó hún sé ekki alveg mauki. Í kartöflumúsina setja ég mjólk, salt og smjör. Má sleppa smjörinu ef þið viljið ekki. Eins og ég sagði áðan, ef þið viljið hafa þetta alveg í mauk, þá verðið að taka hana í gegnum sigti. Og hér set ég þetta grænmeti út í. Svona. Og blanda því saman. Hér er sem sagt sósan, svo við sjáum þá hveiti sokkið og hér er komin smjörbolla undir yfirborðinu. Ég hræri þetta út, þannig að smjörbollan hún jafnast
út og blandast vel við soðið. Setja á heita helluna. Það má ekki sjóða á meðan smjörbólan í. Á meðan sem sagt að hveiti að sökkva, þá verðum við að draga pottinn til hliðar. Nú sjáum við að komi hérna gljáandi flott sósa, soðið jafnað. Jájá, gott lambabragð. Setjum smá pipar í hana. Bara örlítið salt. Lambakrafturinn alveg glimrandi fín. Ég hef þessa sósu alveg rjómalausa og hef hann ekkert alltof þykka, svona í þynnri kantinum. Þá ætla ég að setja þetta á disk. Svona. Þetta góður skammtur. Góðu matur, þannig að það engin hætta á að við verðum svöng. Og síðan það þetta sósan sem sitt á. Djarfmikil og góð sósa, lambarsósa. Borða alltaf vel að sósu með. Hérna höfum við brasseraðan lambaskanka með kartöflumús, rótagrænmeti í kartöflumúsin og sveppir og góð kraftmikil lambasósa með smá timjan og hvítlauk. Þetta er svo vel. Það eru margir í vandræði með forrétt. Sumir detta alltaf í sama gamla rækjukokteilinn, en Óli Þór er ekki einn af þeim og hann ætlar að kenna okkur að gera alvöru grafið lambakjöt. Innarlærið á lampinu ætlum við að gera graflambi, sem er svipað eins og graflax. Hér kom það beint af lærun áðan. Við þurfum að snirta það sem við köllum svunta. Það er þunnur vöðvi sem liggur efst á lærinu, vöðvunum. Svuntin er hreinlega flétt af. Ef hún væri meðan á kryddtinninu stæði þá myndi hún losna frá og væri ekki til neins gagns. Þannig að við viljum fá heilan vöðvan sem þolir þessa kryddtun og sneiðingu eftir á. Hér er lítill hliðarvöðvi sem fer líka. Þá er vöðvinn tilbúinn sem við ætlum að grafa. Í kryddtununa notum við þessi krydd hér. Það eru 3 matskeiðar af reyrsykri. Það er matskeið af timjan. Oregano, 1 matskeið. Það er majóram, 1 matskeið. Paprika, 1 teskeið. Og að lokum sítrónupipar, 1 matskeið.
blöndum við þessu vel saman. Þetta er grunnurinn í krydduninni. Og hér hefur bara eftir að bæta við saltinu. Við notum gróft salt. Cirka 3 matskeiðar. Það er gott að marinera í plastpoka. Þá náum við kryddinu vel að kjötinu. Við nuttum kryddinu þéttingsfast af. Þetta látum við liggja í kæli í 4 sólarhringa. Það er ágætt að nutta því hvers skipti sem við snúið í, en það þarf að snúa því einu sinni á dag. Eftir 4 daga er vöðvinn tekinn úr pokunum. Hann er skolaður mjög vel og þá þarf að sneiða, þunna sneiðar þvert á vöðvaþræði. Og þá er það tilbúið sem graflamb. Jæja, þá ætlum við að gera smá lambáskanka. Við ætlum að byrja á því að steikja þá og koma þeim svo ofan í þennan fína leirpott ásamt öllu þessu grænmeti og jurtum og brassa það þar í ofninum í einhverja 12 klukkutíma. Jæja, við byrjum bara að hita smá olíu á pönnu og smá smjörklípu og svo er bara að gera að hita pönnuna þá til að smjörið byrjar að freyða og jafnvel að byrja að taka smá lit. Þá skellum við lambáskunkunum á og steikjum þá vel og vandlega. Jæja, þá er smjörið búið að ná þeim lit sem við viljum hafa það í. Þá tökum við bara lambáskankana, þessa fínu skanka og steikjum þá bara vel og vandlega. Það er svo sem engin sérstök vísindi við þessar steikingar bara að steikja þetta vel á öllum hliðum bara til að fá þessa steikingarhúð sem kemur svo til með að gefa svo rosalega gott bragð onni réttinn okkar á eftir. Og fólk þarf ekkert að hafa neinar áhyggjur af því að það geti steikt þetta of lengi eða steikt þetta of stutt eða hvernig það nú er. Það er bara að fá fallegan gylltan lit á þetta allt svo. Jæja, þá kraumar lambakjötið fallega. Það er fínt að taka smjörið og ausa því svona yfir. Bæði til að fá flottari og betri steikingu. Þá kemur meira og betra bragð. Smjörið náttúrulega kemur til með að gera helling fyrir þetta. Núna finnum maður að það byrjar að koma svona smá hnetukeimur af smjörinu sem að skemmir þetta nú ekki. Svo er náttúrulega lambið alveg upp á 10. Það má eiginlega segja að íslenska lambið sé hálfgerð villiafurð eiginlega. Þetta er náttúrulega bara upp á fjöllum allt sumarið, borðandi lyng og huggulegheit. Þannig að bragðið er klárlega eftir því. Jæja. Þá held ég að skankarnir séu bara klárir svona. Þá bara komum við þeim hæglega fyrir. Og ekki spurning að setja svolítið af smjörinu yfir.
svona. Þeir sem fara út í þessa leirpottastemmingu, að þá verður að muna að hann verður að liggja í vatni í einhverjar 20-30 mínútur held ég áður en að hann fer í notkun. Og númer 1, 2 og 3 er líka að setja pottinn inn í kaldan ofninn. Ef ofninn er of heitur, þá getur hann sprungið. Hérna erum við svo með allt grænmetið og jurtirnar sem við ætlum að setja í réttinn. Og þetta er bara gulrætur, selleri, blaðlaukur og laukur. Og svo alveg splungun nýja kartöflur sem ég tók upp bara núna rétt á það. Þetta tökum við allt saman bara og söxum bara. Það þarf ekkert að vera með neitt pjatt eitthvað í þeim efnum. Bara svona, tökum þetta bara eins og þetta. Svo þetta getur verið svona fínn réttur svona til að henda í þessu bara að morgni dags, koma honum inn í ofninn og hann bara klár þegar hann komið heim úr vinnunni. Ég held að það sé flott. Þá skulum við taka smá þessu fína spánakerfið hér. Kannski losa okkur við mestu stilkarna. Og svo er það hvönnin góða. Sem endur að taka frá kannski nokkur falleg blöð. Þannig að við getum kannski saxa þau huggulega og setja þetta svona yfir réttinn þegar við berjum hann fram. Það er allir lagi að skera af kannski sverustu stilkana, sérstaklega ef þeir eru byrjar að vera trénaðir og harðir. En svona stilkar, það er sko allt í fínu lagi að borða og gefa bara yndislegt bragð. Það sé flott. Svona. Svo er bara eitt að gera. Smá salt. Og smá svartan pipar. Svo hellum við bara vatni yfir þetta, þannig að þetta svona nánast farið svona vel yfir skankana án þess að fylla eitthvað pottinn. Þá er það komið og setjum við bara lokið á og inn í ofn. Og munum að við ætlum bara að kveikja á honum eftir að þetta væri komið inn. Setjum hann inn í gang, stillum hann á 100 gráður. Svo bara leifum við svo malla 10-12 tíma. Ég hef oft sagt að maturinn er oft ekki alveg aðalatriði þegar maður er að velta fyrir sér mat, heldur með hverju maður borðar matinn. En ég á náttúrulega minningar frá mömmu sem eldaði annað hvern sunnudag lambalæri og hinn sunnudag var hryggur og ég man hún mauk stekti þetta hvort vekja, þannig að þetta var laust frá beinunum og mér fannst þetta mjög gott. Sjálfur eldaði ég náttúrulega lambalæri allt öðruvísi í dag, steikið ekki svona mikið, en ég man eftir þessu bragði sem er frá móður minni. Þetta er mjög mikil minning. Svo auðvitað úr veiðiferðum, elduð kjötsúpa. Ég veit þegar við förum í Vatnsdalinn til dæmis, þá hlakka ég til að borða kjötsúpana sem þar verður borin fram. Gúllasúpa sem við borðum alltaf einu svona ári í steðgangni hjá okkur þegar við hreinsum til fyrir jólin. Allt kallar þetta fram á mjög ljúfar minningar. Jæja, þá eru skákandi komnir úr ofnum og ætti að vera orðnir ansi juicy. Það er góðir allar annað líkt. Og bara tökum við svo hvernina frá því áðan, blöðin, söxum hana bara fínt.
Flóknara þarf þetta ekki að vera, sko. Þá er þetta klárt og gjörið þið svo vel.